Jæja, góðan daginn. Það er yndislegt að vakna við þetta. Rúmið fucking krassaði bara. Ruglið í gangi hérna. Við þurfum að fá nýtt herbyggi og það strax sko. Ég ætla bara niður uppi og segja bara, hörðu, ég var bara sofandi og svo bara hrundi fucking rúmið. Það var niður í morgumat bara. Klukkan er að ganga 10, held ég. Já, ganga 10. Við fyrir bara í morgunmat og svo ræði ég bara við liðið þarna niður. Ég ætla að fá nýtt herbyggi. Ég ætla að fá upgrade herbyggi. Ég ætla að fá betra herbyggi. Takk. Herra, við erum að koma inn í herbyggi. Þú veist, það átti einhver handyman að koma að laga rúmið, sko. Sýnst hann ekki hafa lagað, sko. Bara tók fæturnar af. Beddin er bara þarna. Bara upp á hínu beddanum. Við verðum bara eins og prinsessan á baunin. Já, við sofum bara þarna. Já, flott. Herri, ég er með skemmtilega sögu fyrir ykkur. Ég var í lyftunni og svo var einhver gæði sem spurði bara hvaðan ertu? Ég ég er í Íslandi, bara Iceland og hann fuck off. Ég yeah, I'm from Iceland og hann tók ég hendina á mér og ég so where are you from? England? Hann no I'm Irish. Hann bara móðgaði gegn, hann ætlaði bara, ég veit ekki eins og hvert hann ætlaði maðurinn sko. Hann bara sármóðgaði kallinn. Sármóðgaður? Já. Ég er að skynna batteri þessar myndar. Aðan er svoleiðis. Ég er brenndur á öxlunum. Ég get ekki verið í tank top. Ég þarf að fara í langarmaból. Katrín er líka brennd á fucking bringunni, þannig að hún þarf að vera í, þú veist, nei, stuttarmaból segi ég, ekki langarmá. Þannig þú veist, hún er skaðbrend, kellingin, sko. Ekkert skaðbrend? Víst. Þetta byrjar ágætlega. Við erum að fara í búðina. Mercadona. Það á að vera einhver rosaleg búð hérna á Spáni maður. Ég hef aldrei heyrt um þetta sko. En þú veist, förum við skiptum ból. Hef ég alveg heyrt um þetta, segir það? Hefur aldrei verið Mercadona? Nei, ég hef ekki séð mun. Er það eitthvað special? Þú staðist að maturkona á Spáni? Herru, við förum í þennan. Þessi sæti. Það er þessi seðli. Við erum að geyma spænsku treyjuna á morgun sko. Ég fór í franska í kvöld, það er Frakkland, England. Alvöru leikur sko. Og þú veist það náttúrulega milljón baretar hérna á þessu hóteli þannig að ég þarf að vera lífverður í kvöld. Kannski verður bara Þú fór ekki minni kringunni, nei. Skilur þau? Nei. Ég segi, ef einhver kemur og er eitthvað foxstýrið þannig í franskri treyju, þá segi ég, heyrðu, þetta eru 22 kallmenn að leika sem með bolta, við skulum alveg hafa okkur hæga hérna, sko. Það málega það, ég held líka með Englandi. Ég veit það, en þú ert í franskri treyju. Já, ekki enska. Þú getur ekki staðið fyrir framan gæðan bara. Ég held með Englandi, sko, í franskri treyju, hann er aldrei að fara að trúa þér. Strákar, hlusti, þurftu að koma með þessa klippu hérna. Sko, leyfiði, bara ef þið eru einhvers staðar í útlöndum eða heima eða eitthvað, verða að taka eitt kvöld þar sem ég leyfi konunni bara að dressa ykkur upp. Þú veist, hún kaupir fötin, hún segir já, þú verður þessu, og maður leita þetta. Þú veist, er það að sjá kallina? Býtu, ég það. Þú veist, er það að sjá kallina? Djöfull, er maður sætur, maður, what the fuck? Þið ignorið drasslegina fyrir aftan, en og ruglið í gangi hérna. Já, ég er í inni skóm, hún sagði mér í inni skóm. Ég spurði hvort ég ætti að fara í sokka á skó, hún sagði nei, það er inni skóm. Við bara fekk að fara í kvöldmat á hótelinu, síðan við að fara að horfa á leikinn Frakkland-England. Katrín hún veit ekki hvorum hún á að halda með. Hún er bæði frakki og englendingur. Þess vegna er hún bara svona, sko. Hún er bara svona í kvöld. Ég er neutral. Hún er ekki í treyjunni. Hún á Frakklandstreyju, hún á ekki Englandstreyju, sko. Þú ert eftir að gefa mér hana? Ég er ekki að fara að gefa þér einhverja Englandstreyju, ég hata Breta, Bretar eru ógeðslegir. Heyriði það, you British fucks, you fucking ugly. Það er engin Breti sem horfir á þetta YouTube-vídeó, en það sem er skemmtilegt hérna frá Spáni er að Katrín er komin í good light. Þú veist hann góður maður. Það er ekki til neitt sem að heitir light á Spáni. Jú, það var einn eitthvað gluten-free bíu, en
fokka á vondum. Fekk mér alveg þetta að makta hún til að geta marka það sko. Æ, þú veist. Ég var að ræða það eitthvað. Klukkan er hérna... 19:50 og liðið er bara ennþá í sundlaugin. Þú veist, það er ekkert sem að heiti sólina lengur sko. Þú veist, það eru samt alveg 30 gráður eða eitthvað. Ef að kíkja á það líka. Nei, Víkingar komnir yfir, 2-0. Það er 29 gráður sko. Ruglið í gangi. Nei, það voru ekki Víkingar að komast yfir. Ha? Sögulegur atburður. Þórsar er að vinna Víkingarna 2-0. Það er bara ekki komið 2-0 en það eru 2 mörk hérna. Katrín! Þór er að vinna Víking 2-0! Já, það er að hringja í Skeving á stríðunum. Ég er að fara að hringja beint í Skeving. Skeving er ekkert að svara. Það var eitthvað að segja. Skeving! Það var 2-1 Víkingur á 90. Þú veist, hann verður að svara þessu. Hringir Skeving maður. Kallar hann að hringja. Já. Nei. Ok. Hann var að hringja fyrir svona mínútur sko. Við erum svartir og hvítir. Já, skellt á maður. Alltaf káringar sko. Hann sá örugglega mynda hana. Hann sá mögulega mynda hana. Það er svar. Ég er með þig á vlogginu. Þú ert að fara að vera á YouTube-inu. Nei, ekki gera það. Jú, þú ert á vlogginu, þetta. Æ. Ég var að fara að sýna hvað klukka var og þá fekk ég notification. 2-0 Þórsarar. Right. Hvað er ruglið í gangi hérna? Ég misti á marki. Já, þetta er skorað 90. Hvað ertu að gera? Ertu að éta eitthvað gott eða? Já. Hvar ertu? Egils eða? Ertu komið með gat í eyrun? Já. Skeving kom með gat í eyrun maður! Oj bara! Nei. Ég var að segja oj bara við binna, ég var ekki að segja oj bara við gat í eyrun. Má ég sjá gatið? Já, sýndu Katrín gatið. Sæll! Litli fokking gæinn! Núna eignastu kærustu! Jæja. Til dæmi það maður eigi ekki alltaf að hlusta á kellinguna. Hún sagði við mig, já, svo horfum við bara leikina eftir, hann er kláð 9 á spænskum tíma, 7 á íslenskum tíma. Ég eitthvað, já, ok, geðveikt. Fórum þá bara snemma í kvöldmat og fórum í kvöldmat bara klukkan 7:30 eða eitthvað þess að ná leiknum. Nei, leikurinn er klukkan 9 á íslenskum tíma, 11 á spænskum. Og þér finnst þetta bara allt í lagi. Þú liggur þarna bara sallaróleg. Hvað á ég að gera í 2 klukkutíma núna? Bara sturtar í þig. Já, ég fann að barni, ég ætla bara að sturta í mig. Þú veist, all inclusive, þú veist, Katrín sagði líka, hún lét að hljóma ógeðslega næs. Og hún eitthvað, já, leikurinn byrjar klukkan 9, hann er búinn svona 11. Þú veist, all inclusive og okkar er búið klukkan 11. Hún eitthvað, þannig að við getum bara verið og hort á leikina með það er all inclusive og þú veist, hún lét að hljóma þess að þetta væri paradís. Nei. Ég þarf að kaupa mig drykki á meðan leikurinn er í gangi. Þetta er ekki þér að kenna. En þú gafst mér samt smá falskar vonir. Við ætlum að horfa á leikinn maður, við nefndum ekki að horfa á niður í lobby. Þannig að við vorum bara ekki að horfa á RÚV í tölvunni og eitthvað svona. Svo sagði Katrín, ætli þetta sé ekki í sjónvarpinu? Og Frakkland, England. Þetta er ekki einu svona spænski leikurinn sko. Djöfisins veistlan. Það eru 2 all-inclusive cocktailur hérna maður, 7up og vodka og Cuba Libre og veistu, við höfum aldrei haft það betra sko. Þú er svolítið fullur? Já. Með veipið í hendinni. Það séu verið alltaf svoleiðis sko.
Góða nótt, skan. Góða nótt. Ég er að horfa á leikinn, ég heyri Óli! Jæja, góðan og fucking blessaðan. Við ákváðum að sofa bara lengi í dag. Klukkan er 11:22. Þetta er fyrsti þingudagurinn hérna á Spáni. Hjá mér allavega. Þú Katrín? Nei. Það styttist bara í það. Við ætlum að fara hérna út að Svalur og fá okkur smá guacamole og tortilla chipsin. Svo styttist bara í það að við förum á barinn og fáum okkur afréttar. Ég nenni ekkert að vera þunn. Jú. Það er sunshine. Það er sunshine. Allir í lauginni maður. Djöfisins. Veistla. Alvöru þinga í mínu manni maður. Ég er bara svo þreyttur líka eitthvað. Sko, ég lagði ekki einu sniðið. Ég fekk mér eina sangri og síðan fékk ég mér bara ekkert meira að drekka. Ég fekk mér bara Pepsi Max, vatn. Þetta verði svona rólegur dag. Þetta er hræðileg frammistaða. Hræðileg. Þetta er skammaleg frammistaða, ég viðurkenni það, en ég er líka bara búinn að spála yfir mig 2 daga í röð, sko. Þú ert náttúrulega búinn að vera með skammalega frammistaða bara síðan við mættum hérna, sko. Ég er náttúrulega hérna með 2 kokteilana eða þú. Já, þetta er bara... Og ég fekk mér bjór upp á hóteli. 1-2 kokteillarnir í dag bara. Mætti hérna upp á hótel bara og hérna... Nú að fara í hádegismat, þetta smá stund, en... Nú erum við að gera nokkuð annað. Nú skulum við hérna... Henda okkur í hérna treyju. Ekki. Hlýtur nú að líða aðeins betur eftir þetta. Veit það ekki Sigmundur, veit það ekki. Bíðum eftir að þetta losist upp. Skellum þessu svo í okkur og það verður örugglega betri. Jæja, treyja á inn og lítum að líða aðeins betur. Aðeins bara að leggja þig. Við ætlum bara að kjöra tilbúin í spænska leikinn. Let's go, come on use España, viva España. Núna erum við í djöfusis vondum málum, sko. Klukkan er 17:36 á spænska tímanum. Leikurinn er klukkan hvað? 9 á spænska tíma. Það er klukkan 9 á spænska tíma. Ég er náttúrulega komin í gallan, sko. En við vorum átt okkur á því að Katrín á ekkert spænska treyju. Við erum bara að fara að redda því. Hún ætla bara að fara núna hérna í Liverpool treyjunni. Og við ætlum bara að fara að redda þessu. Við ætlum bara að finna einhvern indari á borgunum einhverja 20 € fyrir einhverju, þú veist, ógeðslega fake treyju. En, þú veist, hún þarf að vera í réttum lit, sko. Það ætlar að fá í hvíta eða það ætlar að fá í rauða. Rosa. Rojo. Rosa er bleikt. Rosa. En nennir við samt að fá í hvíta því að þá erum við matching. Nei, ég ætla að vera Þú færði hvíta Lamine Yamal, nákvæmlega eins og ég. Nei, þá er ég bara eins og allir ástofnir. Eru allir í hvíti? Já. Aha. Það er bara einfaldlega út af því hún er flott. Game day ready. Mert, öðrum kallmanni, spænska treyjan mætt. Ég tók þetta á næsta level. Ég er í treyjunni minni hérna undir. Svo er maður bara hér. Vamos a España! Það ekki? Það trillast hérna á götum borgarinnar. Það eru lúðrar, það eru trommur, það eru ég veit ekki hvað og hvað. Það eru söngvar. Þeir eru þarna, allir. Já. Þetta er rosa. Þetta. Stemmari, mann. Við erum mætt hérna, ákváðum að fara bara á hótelið. Það er allir drykkir hérna fyrir okkur fríir. Við erum alltaf í öllu inniföldu, þannig að, þú veist, stór skjár maður, fullt af spannverðum. Ég elska þetta. Djöfull stemmari verður þetta. Það er rosalegt. En ég held að bærin fara hliðina að vera vinna. Við sofum bara ekki nóg. Það er bara að stemmingin í bænum er rosa. Katrín, heiðarleg spá fyrir leikdagsins. Það verður 3-2 fyrir Spáni. 3-2 fyrir Spáni. I like that. Hverjir skora? Það veit ég ekki. Nei. Ég segja Messi setur 1. Ég get ekki gefið það góð spá. Messi setur 1 til Argentínu. Oyarzabal skora 2. Og sem kemur örugglega, þú veist, Rodri með óvænt mark eða það.
núna erum við í anskoti vondum málum maður. Við erum að fara í framlengu. Við erum náttúrulega á spænskum tíma þannig að klukkan er orðin 11. Það hefði verið gott ef ég hefði náð markið maður. Þannig að klukkan er orðin 11 og all inclusive bara loka klukkan 11. Við erum ekki í góðum málum. Nei, við erum ekki í góðum málum. Þú veist, við erum samt búin að svona byrja okkur ágætlega upp. Það er 1, það er 2, það er 3, það er 4. Já. Stemmarinn er rosalegur. 1-0 spáð, Messi grátandi. Geitinn, hann er geitinn. Hann er geitinn. Það neitar þýðingin, hann er geitinn. 1-0 spáð. 1-0 spáð. Þú ert svo mikið fake fan. Það er allir kolruglaðir. Spánverðarnir eru orðnir brjálæðir, Katrín. Já. Þeir eru brjálæðir. Djöfull er þetta gaman. Það er bara, það er röð niður á bílum maður og... Löggan, hún er bara að loka götunni. Hún er bara að loka henni. Hún sagði bara, já, nei. Við bara látum ekki fleiri koma hingað, förum hérna yfir. Þetta er ógeðslega gaman. Vá! Sjáu þið menninguna maður! Þannig þú að passa ég að vera fyrir aftan mig. Ég ætla bara... Þú byrjar að stoppa bílana. Já. Við erum búin að stoppa þetta. Viva España! Litli gæinn! Það eru litli krakkar út á nóttunni hér. Viva! Viva España! Það var bara einhver lítill krakki sem var bara að tóka hendur á mér. Með stammari er hérna. Sjáu þetta. Sjáu þið mannfjöldan. Litla ruglið. Það eru trommur, það eru öskur. Það eru komið blís. Það eru komið blís. Það eru komið blís. Það eru komið blís, Katrín. Við erum ekkert að fara að sofa í nótt, sko. Nei. Það var það bara læti.